Betra bak. Komið sæl. Það hefur verið kalt í okkur undanfarna dag og ekki sjá og það sé að breytast neitt allavega núna helgina og norðanátt sem hefur verið ríkjandi hjá okkur. Við fengum hitatölur rétt yfir núllið hér allra síðast á landinu og það voru afar fáar stöðvar sem voru að sýna það. En sem stærinn til landsins á það sérstaklega norðanlands, þar voru frostatölur þetta nærri 20 stigum. En hvað var það svona stöðuna, þá erum við með nokkuð djúpa lægð hér suður í hafi sem að grafa sig dýpra niður og svo erum við með hæð sem að hér yfir Grænlandi og við sjáum í þessari hreyfimynd hvernig lægðin dýpkar smá saman og verður mjög kröpp og mikil sig svona þegar líður á morgundaginn. Fyrst og næst náttúrulega Bretlandseyðið sem er að fá svona leiðinda veður af þeim sökum og jafnvel þetta tegið sig aðeins inn yfir Norðursjó en hér hjá okkur þá mun þetta fyrst og fremst hafi för með sér að það mun aðeins svona herða á vindi þegar líður á helginu þá sérstaklega austan til á landinu. En kalt loft og ekkert sem að breytast í þeim efnum til morguns. Við sjáum hér að lægðin og hún náttúrulega að styrkjast á því að þetta hlýja loft að keyra sig inn í mjög kaldan loftmassa og kjarnin á lægðinni á annað kvöld verður nokkuð hlýr en hlýjasta tungan hún fer yfir Bretlandseyjar og í átt að Skandinavíu. Ekki það að við munum nota neins góðs af þessu því að þetta mun vera víðsfjarri okkar ströndu, getum við sagt. Skriðum hér aðeins nær og þá sjáum við að hér seinnipartina þá komum úrkomubakki inn á norðausturhornið með dágóða snjókomu á köflum en það annars nokkuð bjart yfir á vesturhelmingi landsins og við keyrum hreyfimyndina og sjáum við að bakkin leita hér vestur eftir og svo svona smá saman þurrkast hann út og þá kemur frá morgundaginn þá eiginlega enga úrkoma að finna í þessu korti svona rétt grillir í smá svona þéttingu á norðausturhorninu sem verður skýjað mestu en að öðru leyti ætti að verða nokkuð bjart yfir hjá okkur á morgun og við sjáum á hitatölum að það er svona helst að það muni líkt og í dag hlána hér rétt síðust á landinu. Annars erum við að tala um frost og vænlega frostatölur inn til landsins og í framhaldinu síðan það sem eftir lifir morgundagsins þá sjáum við að það breytir svo sem ekki mikið hjá okkur vindátt verður reyndar smá sem hann aðeins norðlægari kemur aðeins meiri raki inn í þetta aðfarnótt sunnudags sem gefur þá svona meiri líkur að það verði einhver úrkoma að ráði þá norðaustanlands en að öðru liti sáralítið að gerast með góðir vindstrengi hér í þessari stífu norðanátt sérstaklega hér í Öræfum og undir Eyjafjöllum en við munum vissilega finna fyrir þessum vindi annar staðar því hann mun leiða til þess að vindkæling verður þó nokkur og í framhaldun síðan fram á mánudag þá sjáum við þetta svona lifir nú svona eiginlega sama lífinu áfram hjá okkur en það mun smá saman byrja að hækka loftþrýstingur þegar líður á mánudaginn og byrja að lægja þá hér fyrst vestan til á landinu og setja meiri mun einnig draga töluvert vindi austanlands. Það að segja síðdegis á mánudaginn en á hádegi á mánudag verður staðan á þessa leið. Við sjáum að það kalt í þessu áfram sólríkt nánast allt land nema vera skildi á norðausturhorninu og lítil sem engin úrkoma í þessu korti. Á þriðjudaginn hins vegar allar vindátt að vera smá saman í vestlægri og það mun draga fyrir þá hér vestan til á landinu. Vissulega línar aðeins hjá okkur og mun hlána hér allan við ströndina á vestanlands en úrkomuflekkir sem geta komið inn þetta verður fyrst og sinn snjókoma en geti þá farið yfir slitu þegar framleiða stundir en ætti að vera bjart austanvert landið. Lítum þá út í Evrópu og við sjáum að þessi lægð hún með töluvert mikla úrkomu á Bretlandseyjum á morgun sólríkt víða í Skandinavíu þó þessi náttúrulega élvíða við vesturströnd Noregs en í miðbygg álfunnar og í suðvesturhlutanum þar háþrýstisvæði sólríkt þar á morgun en hitatölur vissulega mjög svo vetrarlegar og hið sama við Íberíuskagann það svona ágætis hitatölur 15-20 stig jafnvel yfir 20 stig í Portugal en það að spá því að það muni rigna jafnvel lítilega bæði í Madrid og Alicante á morgun. Fyrir sig örsnögt yfir til Kanaríeyja, þar hitinn í 30 stigum og ágætis veður og vindar suðlægir
og endur síðan hér í Norður-Ameríku þar sem háþrýstisvæði yfir miðríkjunum, lægðir við bæði austur- og vesturströndina og þar svona öllu dabrara veður í vændum á morgun. En séu þetta gott að vera í dag. Góða helgi.